Bjarni Ben, fjármála- og efnahagsráðherra, velkomin í 24/7. Takk fyrir það. Allt í það Fender held ég held að sé, ég er búin að reyna út af því ég velti fyrir mér hvort að dagurinn sé oft eins og hann eigi að vera eða hvort að komi oft eitthvað óvænt upp og sem þarf að bregðast við. Já, og þú ert að vísi að við höfum gert marga tilraunir til að ná saman. Já, sem ég er alltaf að fresta. Já, það er þannig. Fundir verða lengri heldur en tilstóð, allt í einu skipulegu þingið þá þannig að ég þarf að mæta og mæla fyrir málum. Svo ég var núna til dæmis bara í gær eftirmiddaginn allan í þinginu og það er erfitt að sjá það fyrir. Þannig að oft eru dagarnir öðruvísi heldur en maður sá fyrir. Og þá þarf maður að bregðast við því bara og leggja eitthvað annað til hliðar, basically. Já, maður þarf að vera svolítið sveigjanlegur. Það sem er kannski erfiðast finnst mér við þetta þegar dagskráin er svona mikið að breytast og það er verið að boða mann á fundi er að maður leggur á stað heima frá sér morguninn með einhverja hugmynd að máli sem maður vill leysa og svo er maður aftur á leiðinni heim rétt fyrir kvöldmat og þá rifjast þetta máli fyrir manni sem að maður aldrei hafði tíma til þess að sinna vegna þess að dagurinn var bara að rjúka úr einn í annað. En auðvitað getur maður haft áhrif á þetta og ég er með fólk með mér sem getur hjálpað til við að bara taka frá tíma sem að eru heilagir og við erum að reyna stanslaust að venda svona pláss í vikunni þar sem að enginn má trufla mann þannig að maður geti sinnt því sem að maður sjálfur vill að komast á dagskrá og fái framgang. Hverju myndirðu segja að vera svona, við tölum bara svona yfir bara lífið þetta, ekki kannski bara beint stjórnmálin. Hvað er svona heilagi tíma fyrir þér? Heilagi tímar, það er auðvitað, mikilvægast er að ná tíma með fjölskyldunni og það er erfitt þegar maður er í annarsömu starfi. Við höfum reynt að gera þannig að fara bara af landi brott í frí, þú veist, af og til. Stundum hefur við farið jól, stundum hefur við farið páska og þá oft líka áttar maður sig á því hvað maður er oft í mikilli þörf fyrir aðeins að komast út úr þessari þeytivindu sem þetta stundum getur verið en heilagi tímar geta líka verið tímar þar sem að maður þarf að vera með sjálfum sér bara aðeins að hugsa og ég fer snemma á fætur á mótana og fer oft og hreyfi mig og stundum fer ég bara einfaldlega eftir æfingu í bað og þá gerist oft meira á klukkutíma í hausnum að mér hreinsast út, fæ góðar hugmyndir, pósta hingað og þangað og skrifa hjá mér hluti. Þannig að vera einn með sjálfum sér getur líka verið gríðarlega dýrmætt fyrir afköst og það getur bæði tengst vinnunni og því sem maður er að gera heima á sér. Já, er það ekki svolítið, þú veist, ef maður alltaf að keyra eitthvað áfram og það er alltaf eitthvað ný verkefni og alltaf eitthvað sem og maður fær ekki tíma til að hugsa, að loksins þegar maður fer í göngutúrinni, rektina í baðið eða er bara með sjálfum sér að þá koma alls konar hugmyndir upp og oft einhverja lustir við einhverju sem maður er búin að pæla í heilengi. Já, ég finn það ofta ef ég er út að skokka bara, þú veist, það bara fer allt á fullt, Já. Og maður gleymir sér og það hreinsast, þannig bara starfar held ég hausinn á manni, hann þarf á því að halda að fá smá rými og hann geymir alls konar hugsanir sem að spretta fram og það er verið að vinna með þær undir meðutundinni, jafnvel þegar maður er sofandi og til þess að ná þessu út og þá þarf maður stundum aðeins að draga djúpt andan og slaka. Og það getur verið erfitt þegar menn eru stanslaust undir hamrinum að framkalla það besta af góðum hugmyndum eða því sem að þú hefur fram að færa og þetta verkar í allar áttir þetta er ekki bara í vinnunni og í starfinu heldur líka í samskiptum við fjölskylduna, við börnin, við eiginkonuna eins og á við í mínu tilviki og og í stærra samhengi, ég meina stundum átt að maður sjá því að það er á land síðan að maður hringdi í foreldra sína eða kom bara við þá þarf maður aðeins að geta gefið sér smá hlé frá því sem er stanslaust í andlitinu á manni. Stundum er það þannig þegar ég sitt á skrifborðið mitt
og kveikja á tölvunni og að bíða eftir hún ræsi sig, þá fæ ég svona 3-4 í dyragættina, sko. Sem eru bara, má ég aðeins, og ég bara, má ég bara aðeins slá inn lykilorðið áður en að við komum að því, og svo ræsi ég tölvuna og ég er komin að fund, og svo kem ég aftur að tölvun eftir 3-4 tíma og þessum er mér, já, býtur við, ég ræsti tölvuna hérna í morgun, ég var að fara að gera eitthvað og síðan eru 4 tíma liðnir. Þannig að það er, ég er ekki að segja þetta, það má ekki miskilda þannig að þetta sé stanslaust stjórnlaust, það er bara mikið að gera og maður þarf að geta ítt málum áfram og maður þarf að geta veitt viðbragð. Stundum þarf bara 1 lítið já eða 1 lítið nei frá mér til þess að mál haldi áfram. Stundum þarf bara að vita að við ætlum að hætta í einhverju máli, eða, þú veist, ég tek slíka fundi líka. Þannig að sveigjanleikinn felst líka í því að vera aðgengilegur til þess að veita kannski bara hálfrar mínútu athygli í eitthvað mál. Og þau eru bara svo mörg málin að þetta getur verið vandasamt verk að stilla saman. Þannig að balansin er að þrátt fyrir mörg mál og þrátt fyrir mikið áreiti að geta gefið sér tíma í að hugsa og pæla og bara tíma fyrir sjálfa sig í rauninni. Já, sko, það er bara gefin staðreynd að það verður mjög mikið að gera í mínu starfi. Það er bara gefin staðreynd. Það er gefin staðreynd að það verða margir mjög langir fundir. Ég fer stundum í ráðherrabústaðinn á morgnana á ríkisstjórnarfund sem er frá 9:30 til oft 9:30 og stundum mætum við 9 og erum til 12 og 12:30. Svo getur það oft gerst að það er annar fundur sem byrjar 1 og er til 3 og þá er maður búin að sitja í 6 tíma, meira eða minna, í sama stólnum og maður veit af öllum málunum sem er upp á skrifborðið hjá manni eða í tölvupóstinum og starfsmenn ráðuneytisins og mínir aðstofamenn eða þingflokkurinn, þingmenn, aðrir aðilar eru að reyna að ná sambandi við mann með. Þannig að það er þetta jafnvægi á milli þess að þurfa að vera til staðar á mjög löngum fundum með aragrúa litlum málum sem að þurfa bara litla athygli en eru mikilvæg enga síður og svo að geta stíið frá málum eins og maður gerir stundum þegar maður fer í frí eða maður fer út að hlaupa eða leggst í bað eða liggur upp í rúmi aðeins að bara anda djúpt, sko. Og spyrja sig, heyrðu, ef ég reynir svona aðeins að fljúga yfir sviði hérna, hvað er að gerast? Erum við að ýta málum í rétta átt? Allir þessi hamagangur, er hann að skila einhverju? Erum við búin að tapa, sko, sjónum af markmiðunum eða erum við bara föst í einhverju viðbragði? Það er ekkert spennandi að vera í vinnu sem er stanslaust viðbragð. Þú ert að... En það er oft hlutskipti okkar, ég er ekki að segja það. Það sem ég er að reyna að segja er að við viljum auðvitað eiga frumkvæði að breytingum. Við viljum hafa áhrif og hrinda stefnumálum í framkvæmd, ekki vera bara í því að bregðast við. Að bregðast við eins og í COVID er mikilvægur hluti af verkefninu og algjörlega nauðsynlegt. Reyndar hefur tekist mjög vel að mínu áliti. En meira segja í slíku viðbragði, þá þarf maður stundum að spyrja sig, eins og við erum að gera oft í opinberri umræðu núna, erum við örugglega ennþá með þá á hreinu hvert markmiðið er með þessu öll saman, eins og í því máli. Erum við ekki örugglega að vernda líf og heilsu og reyna að gæta því að efnahagslega tjóni verði ekki á mikið. Maður passa upp á þetta reglulega, minna sig á þetta, sko. Að missa ekki sko sín á síninni bara rauninni, hvað er ástæðan fyrir því að gera þetta alls saman? Já, akkurat. Já, mér finnst áhugavert, varandi það svo mikið sem, varandi það mikið af póstum sem koma, það mikið af málum sem við sinna og svona, einu sinni sko, ef við tala bara um mig persónulega, þá átti ég erfitt með, ég vil alltaf klára allt. Ég vil alltaf klára allt þegar daginn og gat ekki átt svona eitthvað eftir í, þetta er svo þvottakarran, maður vil alltaf klára þvottakaruna, en hún mun aldrei klárast, sko. Þannig ég þurfti einhvern veginn og örugglega sem þú þurfti ekki að sætta mig við að það er alltaf bara, þú ert bara að setja þvott í þvott, sko, og það verður bara þannig, þú munt aldrei klára körfuna. Hvað þarf hvert að fara? Já, ég kannast alveg þetta og ég held að það sé, sko, afköst eru gríðarlega mikilvæg þetta upp á það að geta ekkert klárað en nálgast það að líða eins og þú sért að skila því sem þú ætlaði þér. Mér finnst mjög merkilegt að þegar maður heyrir, sko, svona úr
vinnumarka sálfræði eða mannauðsstjórnun og slíkum þáttum að litlar breytingar í starfi fólks geta oft skilað ótrúlega miklum og bættum afköstum. Og dæmi það eru til dæmis allar sögurnar sem að maður hefur heyrt í gegnum tíðina að fólki sem er með skuldbindingu vegna barna þarf að sækja börn 4:00 á daginn. Og áður en að barni kom í heiminn, þá var viðkomandi oft kannski til 6 og 7 á kvöldin í vinnunni og ég hef bara heyrt svo margar sögur af því að þegar að þetta breytist og það kom nýr taktur, það þurfti að vakna og bera ábyrgð á einhverjum öðrum, þá vissi viðkomandi, hann yrði að skila því sem þurfti að gerast yfir daginn fyrir 4:00, þannig að þá þurfti að fara að sækja barn á leikskóla. Og sögurnar eru allar það að það tókst, vegna þess að það kom ný krafa og þá bara jukust afköstin, það bara verklagi breytist. Ég held að við Íslendingar höfum oft á tíðum haft tilhneigingu til þess að kannski að hanga dálítið lengi yfir málum og átaki sem að núna í gangi á vinnumarkaðnum að stytta vinnuvikuna ekkert síður það að breyta samsetningu launa, þannig að það sé ekki einhver sérstakur hvati til þess að sækja sér yfirvinnu tímana því að þar verði borgað meira og þú getur unnið upp launin, heldur reyna að færa meira í dagvinnu taxtan og ná samkomulagi að ná sem mestum afköstum á dagvinnu tímanum og sleppa bara þessum mögulega, ekkert alltaf, en mögulega óþörfu yfirvinnu tímum. Má ég segja jafnvel bara yfirvinnu hangsi, í sumum tilvikum. Það geta verið rangir hvatar í samsetningu, launa og uppbyggingu. Og það eru mjög spennandi hlutir að gerast í þessu og margir tekið eftir því að styttri vinnuvika að auka lífsgæði og mælingar hafa sýnt að við getum gert breytingar á vinnutímanum án þess að afköstin falli, sem eru vísbendingar þetta, þó ég sé engin sérfræðingur á þessu sviðinu. En ég tengi alveg þetta sem þú varst að segja, að maður þarf stundum að sætta sig við, að maður mun ekki fara heim með hreint borð. Algjörlega, og þetta er svo góður punktur held ég, með að við höfum öll upplifað það, bara eins og, tökum bara dæmi sem flestar eru upplifað, þú varst í skóla að gera eitthvað verkefni, og þú kannski varst í viku að gera eitthvað, þú náðir engu, síðan allt í einu kom bara einhver rammi hana, 4 klukkutíma rammi eða 2 tíma rammi og þú bara nánast fórst langlega með verkefnið. Þannig að þessi afköst á þessu stutta tíma, þú ferði í eitthvað flæði eða són eða klárar þetta verkefni, þú getur afkastað sömu hlutum og dvelur í vinnu í 8 tíma á kannski miklu styttri tíma, kannski jafnvel 3-4. Þannig, og líka í tengslu við það, oft þegar maður hefur of lítið að gera, að þá virðist maður sóa meiri tíma, en þegar mikið að gera, þá virðist maður verða miklu skilvirkari í þessum hlutum og því nær maður að afkasta rauninni meira eins og þegar, þú varst að tala um dæmi með börnin. Þú nær bara út af því að þú þarft að vera einhvers staðar og það annað sem kallar á því lífinu, að þá ertu bara miklu skilvirkari á öðrum þáttum. Að því meira, auðvitað einhver svona, örgulega þakki við það, en því meira sem þú hefur að gera, að því svona meira getur orðið skilvirkari í þeim þáttum, það þarf ekki að þér að fara. Algjörlega. Það er mjög áhugaverð. Það þekki allir þetta dæmi úr skóla, frá skólaárunum, að það var aldrei byrjað að skrifa ritgerðina fyrir að það var allt og seint og svo var vakað alla nóttina. Já. Þú með einhver skilvirknistricks? Nei, ég veist að ég ætla ekki að þykjast vera með mikið skilvirknistricks, en það þarf ég sá í morgun frétt sem að var á netheimum að heilbrigðisráðherra Austurríkis hefði gefist upp, hann sagði bara að hann væri örmagna og óska eftir að annar tæki við embættinu og ég skil það vel. Ég skil vel að þessi maður, hann hefur örugglega haft á tilfinningu núna í COVID í heilt ár, að hann væri ekki einmitt að skila öllu því sem hann þyrfti og hann hefur tekið þetta mikið inn á sig og hann bara örmagna og bara mjög mannlegt, Og það er mjög vandræða einstígi á milli þess að vera, sem sagt, undir miklu álagi, en geta farið sáttur heim og vera meðvitaður að þú getur ekki, látu þig brenna bara upp, eins og að brenna kertu af báðum endum, þá endar það bara svona í, hvað kalla menn það burnout? Kulnun, já. Já, algjörri kulnun, já. Algjörlega. Ég að pælja, því ég, semst, podcasti gengur út á að spyrja ákveðna spurninga. Öðra sín í fólk. Og svona fyrsta alltaf staðhæfing, þannig að ég vil bara svona fá það frá þér, bara botnaði þetta, stjórnmál eru. Stjórnmál eru spennandi vettvangur til þess að hafa áhrif á sitt samfélag.
Það við erum í þeim heimsluta sem að hefur byggt upp svona lýðræðis samfélag og við erum með fulltrúa lýðræði og stjórnmálin eru vettvangur lýðræðislegra samskipta. Við erum með stjórnmálaflokka sem að sumir eru með þingmenn og aðrir ekki. Sumir eru bara með sveitarstjórnarmenn. En stjórnmálastarfið og stjórnmálin eru ótrúlega spennandi vettvangur til þess að eiga skoðanaskipti við aðra, bæði þá sem að svona stilla sér upp í hugmyndafræðilega samhenginu á svona svipuðum stað og þú, en líka til að kallast á við aðrar hugmyndir. Og jafnvel þótt að mörgum þykir kannski að þetta sé vettvangur þar sem fyrst og fremst þrasað og karpað og lítið gerist og allt og hægt og mikil tími farið til spillis, að þá held ég að við verðum bara að gangast við því. Við höfum svo sem ekkert fundið aðra mikið betri leið til þess að móta samfélagið okkar, hafa áhrif á það, láta umbætur eiga sér stað og að þessu leitinu til eru stjórnmálin, spennandi vettvangur en líka ótrúlega mikilvægur vettvangur. Vonandi svarar þetta eða botnar þetta. Já, ég velti fyrir mér því að þú varst í fótbolta. Ég líka með fótboltalega bakgrunn og ég hafsend líka og ég sett okkur enda saman að KSÍ líka með leiki og tölfræði árunni komst, sko. Ég ætla ekki að, við þurfum ekki að fara út í það. En þú hættir hvenær? Ég bara 24 ára, því miður. Ég hef kannski eina spurningu, dregur einhverja ávinninga úr því að hafa verið í fótbolta og í liðsíþrótt inn í stjórnmálinu að vera inn á þingi? Alveg ótrúlega mikið og það fylgir mér enn og mun alltaf gera, sko. Það bara einfallega alveg ótrúlega þroskandi að vera í íþróttum og bæði fyrir þroska einstaklingsins en líka fyrir félagslegan þroska. Og það eru hlutir eins og það eru hlutir eins og að upplifa það að jafnvel þótt að þú hafi lagt þig allan fram og jafnvel þótt að þú hafi verið mun betri aðilinn í einhverjum kappleik, þá þarftu stundum að sætta þig við að tapa leiknum, sem getur verið ótrúlega sárt, en það eru bara úrslit leiksins. Það eru líka hlutir sem eru bara mjög einfaldir, eins og ef þú viltu uppskera einhvern árangur, þá þarftu að leggja þig fram. Og ef þú hefur ekki innistæðu fyrir því, þú veist það hér, að þú hefur ekki innistæðu, þú hefur ekki mætt á æfingar, eða þið sem liði eruð ekki að tala saman, þá farið ekki inn á völlin í kappleik með væntingar sameiginlega að sigra andstæðingin. En leið og þið finnið að þið getið stillt saman strengi og stutt hver við annan, þá vaksa líkurnar og andstæðingurinn finnur það að þið eru mættið til þess að vinna. Andlegi þátturinn alveg óbóðslega stór í íþróttum. Og ég ólst upp í félagi sem að hafði enga sögu, ungt félag sem stofnað 1960 og ég fæddur 1970. Þannig að þegar við erum litlir strákar að mæta fótboltaæfingar einu sinni í viku í íþróttasalnum og erum svona að byrja átt okkur á því að við getum farið að keppa í Keflavík eða på Akranes eða niður í bæ, þá kom maður í íþróttahúsin og maður sá titlana og myndirnar af Íslandsmeisturunum og bikararnir upp í öllum hillum og við fórum aftur í Garðabæinn og það voru engir titlar og það voru engar myndir af stórum sigurvegurum fortíðar. Og þú finnur að það eitthvað saga sem að hinnir eru með, þeir eru með eitthvað svona andlegan þátt sem að hjálpar þeim í þessari keppni. En við vorum óvenju sterkur árgangur, þannig að við vorum með góða þjálfara og vorum með í sveitafélagi sem að sýndi íþróttunum mikinn áhuga, þannig að við byrjum að brjóta niður þessa múra og byrjum að vinna, bæði urðum fyrstu Íslandsmeistari í handbolta og fótbolta hjá Stjörnunni og þá fann maður að það breyttist viðhorfið í garð félagsins. Og síðan hefur verið mjög gaman að fylgjast með hvernig saga félagsins hefur verið skrifuð síðan. Við vorum árgangur sem tók fótboltan upp í efstu deild í fyrst skipti og þó að félagið hafi verið að ströggla í svolítinn tíma og ástæðan fyrir ég hætti var bara að ég slasaðist henni, ég bara gat ekki spila meir. En þetta var fyrir okkur alveg gríðarlega mikil þroskasaga. Eitt sem ég man líka eftir, hefur verið mjög ungir, fáum eldri leikmenn í hópinn. Og eins og kom þjálfarinn til okkur og sagði, strákar,
þessi eldri leikmenn, þetta voru topp leikmenn úr íslensku fótbolta, Sveinbjörn Hákonarsson sem hafði spilað með Skaganum og Árni Sveinsson, sko landsliðsmaður líka og voru ennþá bara í toppformi og hífðu liðið okkar mjög mikið upp, hjálpuðu okkar að komast í efstu deild. Eins og nú kom þjálfarinn til okkar, þeir eru meir en 10 árum eldri en ég og segir, strákar, þið verðið að muna að hrósa þeim líka, sko. Það er ekki bara þannig að þeir hrósi ykkur þegar að þið standið ykkur vel eða eigi góða sendingu, vinni tæklingu eða skori mark. Munið að hrósa þeim líka og þetta var svona eitthvað fyrir okkur ungu strákana er þetta byrju, já. Við erum þeir eru ekki of stóri til þess að taka hrós frá okkur. Og þetta hafði rosalega mikið með það að gera hvernig þú býr til lið og saumar það saman og býr til liðsheild. Og það var bara dálítið svona uppljómun að átta sig á því að jafnvel þótt að þetta væru landsliðsmenn að þá skipti hrós frá litlu strákunum okkur máli fyrir þá. Af því að við erum öll þannig að við þurfum að fá klappa á baki þegar við erum að gera eitthvað rétt eða vel. Þannig að ég geti verið í allan dag að tala um hvað íþróttirnar hafa skipt miklu máli fyrir mig og eru óbóðslega mikilvægar bara samfélagslega í landinu, íþrótta- og tómstundastarfið. Algjörlega og ég finn þetta svo hvað ég segja, meðan kúltúr, sigurvera kúltúr í rauninni, að þú finnur svona, því ég hef kannski báð með við, ég ólst upp í Fjölni og Fjölnir er minn svona minn klúbbur og sem fer ég 2 ár í FH og FH náttúrulega búin að vera þá, ég fór í FH 2016 og 17 og spilaði með þá voru þeir búin að vera síðustu 15-20 árin bara að vinna flest titla, bara yfirbara lið og ég maður því ég mætti með Fjölni í Kaplakrika þó svo var jafn leikur það vissi innst inni það gæti verið ef sem var að tapa leiknum síðan þegar komin í hinn vettfangin þá vissi ég að þó var jafn leikur og ég var komin í FH og vissi að það var jafn leikur þá vissi ég samt alltaf, ég verið alltaf að vinna leikin og ég fann hitlið maður fann það bara og það vissi það líka þannig að það minn svo áhugaverið punktu með að skapa þessa sigurvera menningu þennan kultúr Já, gríðarlega mikilvægt alveg gríðarlega mikilvægt Það er meira að segja þannig að það er til fyrirbæri í þessu öllu sem heitir að einfallega þora að vinna. Það er þegar þú í raun og veru hefur ekki söguna með þér í því að klára leikina, en þú ert kannski búin að æfa þig og þú ert með getuna, færnina til þess að landa sigri og hann er kannski bara innan seilingar fjarlæðar, en það kemur einhver andlegur stoppari sem að verður til þess að þú klárar ekki málið. Þú færð á eitthvað klúðusmark eða brennu dauðafæri eða liðið allt í einu ruglast allt og missir alla samhæfingu og það leikurinn endar í jafntefli eða tapi og þú klúrar tækifærinu að landa sigrinum sko. Þarna er að ræða eins og ég hef upplifað þetta og tel mig oft hafa séð þetta bara það er stundu þurfa menn að komast yfir það að þora að vinna og langa að vinna og hafa þetta drápseðli. Það er ekkert öllum gefið, ég var með mörgum sem höfðu drápseðlið sko og urðu frábærir íþróttamenn og aðrir höfðu hæfileika en ekki drápseðlið og það er nú það sem að þjálfurinn snýst oft maður sér í þessum umdelda körfuboltaþætti sem hefur verið í umræðinu núna, hann snertir svolítið á þessu líka, kveikja drápseðli hjá krökkum, hvort að það sé gert of snemma eða með of aggressívum hætti, það má hafa mjög ólíka skoðanir á því, en þetta bara segir okkur að andlegi þátturinn er alveg ofboðslega stór og það að skapa lið er allt annað meira heldur en að þjálfa upp góða einstaklinga. Já, tvennt ólíkt í rauninni, já. Og og með öðru sí sjónarmiðum sko, hvort þú vilt að leggja áherslu á þroskandi eða einhverja framúrskarandi íþróttamenn eins og sem kannski einkennið eða kannski góða íþróttamenn frá frábærum íþróttamennum, það er þeir hafa þetta þor til þess að vinna, hugur ekki til þess að vera með þetta drápseðli held ég. Held að það skilur svona milli sko. Algjörlega, mér fannst þættirnir á Netflix Michael Jordan eitthvað skemmtilegt sem ég sé í mjög langan tíma. Já, og maður skaman að sjá einsinn inn í svona, út af því að Michael Jordan, það er ekki, getur nefnt bara Ronaldo, Messi, Michael Jordan, svona alvöru LeBron James eða eitthvað skilur, þetta er svona, hann sérði bara toppin á toppnum sko, þannig að þetta er bara fólk sem er bara einstaklega sem eru bara búin að
og sást bara líka þannig að fór að gráta í myndir og svona, það var ekki búin að söffara mikið líka fyrir þetta sko. Já. En að sjá aðeins meiri svona inn í þetta, hvernig þetta þú veist, og hvernig karakter svona leikmenn eru, svona uník leikmenn, það finnst mér rosalega gaman. Já. Sko, eitt af því sem að maður tekur með sér einmitt úr íþróttunum að sko lið vinna titla, svo bara byrjar næsta keppnistímabil. Og þó þú sért Íslandsmeistari í heilt ár, og ég var svo sem aldrei Íslandsmeistari í meistaraflokki í efstu deild, en við unnum marga titla í yngri deildunum og alls konar bygara og unnum deildina í neðri og svona, við skilum góðu verki, að þá sko, það hjálpaðir aldrei í næsta leik og það er eitthvað sem maður tekur með sér út í lífið, að jafnvel þótt, segjum til dæmis í mínu tilviki, við kosum formaður Sjálfstæðisflokksins, maður berst fyrir því og það er kosið málið og maður fær þetta traust og umboð og maður getur glaðst yfir því, næsta dag byrja bara að vinna sko. Þú ert ekki að fagna í heilt ár sko, þú situr ekki á stólu og segir, ég nú bara með þetta núna í heilt ár, næsta dag bara að vinna. Og það er líka þannig í ríkisstjórn og í þinginu og annar staðar, þú færð eitthvað mál samþykkt, það er frá, þá bara byrja næsta verkefni. Og þetta held ég að sé líka eitthvað sem maður getur tekið með sér úr íþróttunum. Leið og þú slakar á, þá tapar í leiknum. Það er ekkert, þú tekur ekki stíginn úr síðasta leik með þér inn í næsta. Og þessir afreks íþróttamenn sem við vorum að tala um hérna, þeir hafa þessa getu til þess að koma alltaf með 110% framlag í hvert einasta skipti sem við erum mæta á völlin og leið og þeir eru búin að landa titli þá segir við erum að fara að vinna þetta aftur næsta ári. Halda alltaf áfram og kannski kaupa sig ekki inn í þegar það gengur vel og detta ekki í of mikið svona, detta ekki of langt niður þegar það gengur illa. Þeir halda sér í svona þessu drive balansi sko. Og líka í tengsli við skilur eins og að vera Íslandsmeistari, það er miklu erfiðar að venda titlirinn heldur en að verða Íslandsmeistari. Það vilja allir vinna þig. Já. Það vilja allir vinna þig og ef maður flakkar svona aftur yfir í stjórnmálin, sko, við höfum verið hér langstærsti flokkurinn á Íslandi í mjög langan tíma og það þýðir að við erum mest í skotlínunni og við verðum bara að láta okkur líða vel með það og menn geta ekki fara kvart undan því að það sé jafnvel ofta reynt að finna veika bletti okkar málflutningi eða ofta reynt að snútur eða ofta spurt spurninga það sem við stöndum fyrir og svo framvegis. Það er bara hluti af því að vera stærsti flokkurinn með mesta athyglina, flesta þingmenn. Það er hluti af því og sko með réttu hugafari þá fagnar því. Fagnar tækifærinu, vegna þess að athygli er líka tækifæri til þess að koma að framfæri ykkur. Þetta er ekki bara, þú getur ekki bara sagt sko, það er sótt að mér og fara í vörn og segja hvers vegna er allir vondið við mig sko. Þú veist að þarna er mikrafót sko, það er verið að reka njáttuna mér, ég ætla að nota tækifærið og segja eitthvað, koma ykkur á framfæri. Og í því samhengi að vera í sókn sko, lið sem pakkar í vörn, það mun ekki skora mark hinum einn. Lið sem er alltaf með boltan, það fær ekki á sig mark. Þetta er mjög góð punktur. Og lið sem er kannski að verja fórustuna sína, og maður bara byrjar að verja fórustuna sko, til þeim sem er 1-0 yfir og maður byrjar að verja fórustuna, þá brosa vart að byggja og þetta hættuna heim sko. Já. Staðir að vera að sækja stuðust í sókn. Ég segi við mitt fólk sko, við erum ekki sko flokkur sem ætlar að einmitt verja sko árangur fortíðar. Við erum ekki í raun og veru flokkur sem getur til framtíðar byggt á því sem var. Eina leiðin okkar til þess að lifa af, eina leiðin okkar til þess að halda trausti, halda umboði, fá fólk í lið með okkur, er að sýna þið fram á það að í dag höfum við eitthvað fram að færa sem að varðar líf þess og framtíðina. Við byggjum ekki stuðning á grundvelli eitthvað sem að gerðist eitthvað. Það er ekki góð uppskrift til þess að lifa af. Þeir sem ekki geta lifað af breytingar í samfélaginu, mætt kröfum og væntingum nýrra kynslóða og
alls konar flóknum viðfangsefnum eins og við erum að eldast sem þjóð og störfin að breytast. Við vorum að tala um hvernig vinnuvikan að styttast og tæknilega breytingar eru að eiga sér stað. Þeir sem ekki aðlaga sig að þessu og koma með ný svör við nýjum tímum, þeir daga uppi og tapa leiknum. Algjörlega. Sammála því, ég ætla að halda áfram. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað á fólk til með haldunni sem er kannski ekki rétt? Já, ég veit ekki, ég held að sumir haldi, dóttir mín kom heim daginn, kannski það ágætist dæmi, hún er 9 ára. Ég hafði verið í fréttunum og hún hafði, þegar að fréttatími var, verið í húsi hjá vinnum sínum og ég birtist þarna á skjánum og þá segir vinkona hennar, er pabbiðinn alltaf svona alvarlegur? Er hann alltaf svona formlegur líka heima? Er hann heima alltaf svona formlegur og svo alvarlegur? Og dóttir mín kom heim og sagði þetta nú við mér sem betur fyrir svona með nett bros á vörun, þess að hún vildi meina að það væri ekki þannig. Ég veit ekki, ég held að flestir hafi kannski séð mynda mér þar sem ég er að svara einhverjum kannski þungum spurningum ríkisfjármál eða í gær var ég í umræðum fátækt á Íslandi, mikilvægt mál en ég er líka bara fjölskyldufaðir og á mitt fjölskyldulíf og er ekki svona opáslega alvarlegur held ég eins og margir halda og ég er alveg ég verð nú að segja, ég er svona frekar léttur í sinni almennt og fyrir mér er margt fleira til í lífinu heldur en vinnan og stjórnmálin og það má segja, meira segja að mér finnst stjórnmálin mikilvæg einmitt til þess að fólk geti sinnt alls konar hugðarefnum sínum og hlúða fjölskyldu sinni og sinnt áhugamálum sínum og svona. Það hefur áhrif á svigrúm fólks til þess að gera þetta, hvað við erum að gera í stjórnmálum. Þannig að segja árangur okkar í stjórnmálunum getur skapað svigrúm fyrir fólk til þess að lifa betra lífi. Þannig að þetta tengist nú allt í einhvern veginn í hring. Þannig að ef það er eitthvað sem að ég get trúa að fólk miskildi við mig og væri að ég væri brúnaþungur, áhyggjufullur, fjármálaráðherra sem að hugsaði aldrei neitt nema stöðun á kassanum og væri mjög formlegur og erfiður. En ég veit ekki, hver er ég til þess að dæma hvað fólk miskilur við mig? Þetta er góð pæling því að líka eigum það til að við sjáum einhver einstakling einhver staðar í formlegri stöðu eða forstöður einhverju fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis svo við einhvern veginn svona sjáum einhvern eiginleika og við gefum okkur bara að hann sé þannig yfir allt lífið en síðan kannski gleymum við því að við erum öll bara fólk, við erum öll manneskjur án titlana sem við höfum, án stöðuna sem við höfum, án það sem við gerum að við erum öll í grunninn erum við bara manneskjur. Og ég var að spjalla við Þórdísi Kolbrúnu daginn og var 3. þátturinn og hún talaði að hún er svona manneskileg manneska í pólitík þannig ég get ímynda mér að segja kannski svolítið krefjandi hvar línan liggur kannski þar að vera manneskjan, Bjarni Ben var fyrir stjórnmálamaðurinn Bjarni Ben, fattar hvert ég er að fara? Já, ég meina þegar ég bauð mig fyrst fram sem formaður flokksins þá sagði ég að ég gerði mér vel grein fyrir því að margir teldu mig hafa fæðst með silfurskeið í munni og ég sagði bara, ég meina það er bara þannig og en ég hef ýmislegt að segja og margt fram að færa og ef við ekki að ræða saman og sjá hvað við getum skapað saman og það er bara eitthvað sem maður lifir með og fólk skilgreinir mann dálítið út frá einhverjum svona staðalhugmyndum en ég held að sé mjög mikilvægur eiginleiki sem að Þórdís er að vísa til í þessu sem að þú talar að halda í sjálfan sig og láta ekki stjórnmálinn gera sig að einhverju skrimsli eða láta stjórnmálinn ekki gera sig að svona forpókuðum stjórnmálamanni sem er alltaf í vörn og að rífast og það getur alveg verið erfitt. Ég meina, ég tel mig hafa séð þó nokkuð marga þingmenn sem að maður
á fín samskipti við í raun og veru bara að brenna upp sko þegar að það komu erfið mál á dagskrá sem að fjölmiðlarnir eltu það með og maður svona horfði bara á og sagði þarna nú verið að draga upp einhverja mynd sem að lýsir alls ekki því sem að þessi stendur fyrir sko og sem þessara mála reyndust viðkomandi mjög erfið og jafnvel skólaði honum út af vettvangi stjórnmálana og já, þetta er ekki alveg einfalt. Þetta er svolítið krefandi. Þetta er svolítið svona eins og tölum eins og Þórdís, ef maður berskjaldar sig bara hver maður er og alla sína takmarkanir, þá maður líka að gefa færi á sér í rauninni, skilur mig, að einhverju leyti. Og þá er auðveldara að hegga á mann, en þá þarf maður bara að, geta tekist á við það kannski. Já, en sko, fólk sem að líður vel í eigin skinni er sátt, sko, veit fyrir hvað það stendur og er ekki með of stórt ego sem að, er uppblásið, það treystir sér miklu betur til þess að gera þetta. Það sé nákvæmlega rétt þér. Og það er hins vegar, þeir sem eru mjög viðkvæmir fyrir sinni ímynd og eru hræddir að koma í smá rispa á egoið, þeir munu ekki ná að sína sitt rétta andlit út á við. Það er sama hvaða góða manneskja býr þarna undir. Nákvæmlega. Það held ég að sé mjög erfitt. Þannig að ég hef oft talað þetta að það er svona alltaf verið að mylja utan af egónu hjá þér ef þú ferð inn á vettvangsstjórnmálana af því að sko þú bara fuðrar upp sko ef þú ætlar að reyna að halda út í stóru egói á þessum vettvangi þar sem maður stanslaust verið að klóra og spyrja og íta og halda í alls konar hlutum fram með þig. Það sem að Bjarni raunverulega stendur fyrir, það er þetta hér. Og svo sagt, það er náttúrulega alveg hræðilegt, sko, því að það er náttúrulega mun leiða til ógæfu. Og maður hlustar þetta og segja, byrju, hvaðan kom þessi hugmynd? Og maður verður bara eitthvað anda djúpt og segja, heyrðu, nei, þetta reyndar ekki alveg svona. Ég ætla að fá að leiðrétta þennan kúrs. Og stjórnmálin, þau ganga meðal annars út á þetta að selja fólki hugmyndir, ekki bara það fyrir hvað stjórnmála öfl standa, heldur líka fólkið sem starfar fyrir flokkana. Og það er bara mannlegt, það er ekki, sér íslenskt, svo er saga stjórnmálana á Íslandi og annars staðar hugmyndafræðileg en líka persónleg og því er haldið fram fólk að það vilji hitt og þetta sem að aldrei hafi komið fram en það er verið að reyna að sá fræjum ekki síst í aðdraganda kosninga. Þannig að þetta er við getum ekki sérstaklega fundið þetta. Það ekki. Þetta er vandasamur leikur að spila. Já. Hvað er á náttborðinu hjá þér? Sko, á náttborðinu hjá mér núna er ég með nokkra bækur sem sumar ég grípi í. Nýjasta bóki mín er reyndar heilsufæði. Ok. Já, ég keypti mér bók sem kom allaleg frá Nýja-Sjálandi. Ég gat ekki fengið hana rafrænt. Og það voru 2 bækur. Önnur þeirra heitir What the Fat og hinn heitir What the Fast. Og mjög fína bækur næringu og heilsu almennt og hvað við erum að gera rangt í mataræðinu og hvernig við getum náð meiri árangri með breyta samsetningu fæðunar og svona, þetta er mjög athyglisvert. Og síðan er ég meina nuddbyssu á náttborðinu. Svona rafmagns. Já. Stundum alls konar hnútar í löppunum á mér yfir eitthvað að hlaupa á vesinast og sími minn og eitthvað. Hvað lærður þau af bókunum eða búin að læra bókunum sem þú vissir ekki áður mataræði? Sko, já í fyrsta lagi að ég held að staðreyndin sé sú að það er allavega mig að maður hafi svona almennt verið í óþarflega miklu kolvetni bara heilt yfir og að það sé slæmt fyrir mann og ég reyndi að trú ekki á að maður eigi að útiloka alveg og þessar bækur ekki að boða það en það að segja svona dragðu verulega úr því og farðu meira yfir í feitara fæði
og það sem maður kannski hefur lært á því að lesa þetta og lesa svona mistökin sem fólk að gera að oft þegar fólk að reyna að breyta mataræðinu þá það ekki reynd að breyta svo miklu og það dregur ekki nægilega mikið úr kolvetnisintökunni og ekki nógu mikið, eykur ekki nógu mikið sko fituna og þá endar þarna á einhverju milliveg þar sem þetta ennþá svona að treysta á alls konar kolvetnisfæði og sama tíma að éta fitu og nærast af alls konar feitufæði en samt ekki nógu miklu mæli og þá ert að fá mjög slæma blöndu sem að allavega myndi ekki henta mér. Þannig að þetta dálítið eins og þegar maður að reyna að breyta gripun í golfi að sagði eins og við með golfkennari þú ert með allt og opið grip og erum að breyta því og svo í næsta tíma sagði hann, hvernig hefur gengið? Jó, bara mjög vel, já, var þetta ekkert skrítið? Nei, þetta var nú bara gekk mjög vel sko. Já, þá hefur ekki breytt gripinu sko. Það því að það á að vera mjög erfitt og þá að vera óþægilegt og þetta taka langan tíma að venjast í. Fólk sem að reyna að breyta matræðinu og raða aðeins inn til sín hollara fæði og finnst það bara ekkert mál, ofta á tíðum búið að gera miklu minni breytingu heldur en átt að sjá. Það svona eitt af því sem að ég sé, en ég meina heilt yfir, þá held ég bara að heimurinn sé bara á mjög vondum stað og það það sem að ég svona fekk mig til að sækja þessa bók og læra aðeins meira, bæði sjálfa mig og bara almennt næringu og lýðheilsu. Og þá ég bara að vísa til þess hvað sykursýki 2 að vaksa hratt, offita að verða mikið vandamál og meira sig í COVID, mjög snemma í COVID þegar það voru margar innlagnir. Hvað voru við að fá til okkar tilbaka úr heilbrigðiskerfinu? Já, það var almennt til dæmis það væri meiri háttar átök fyrir heilbrigðisstarfsfólk að sinna mörgum af þessum sjúklingum vegna þess að sjúklingar var alltaf að vera þyngri og þyngri og það væri bara stór mál fyrir eitt hjúkrunarfræðing eða sjúkraliða að snúa viðkomandi í rúmi og svo framvegis. Það bara þarf að manna þetta betur heldur en áður var, bara vegna þess að viðkomandi eru orðnir, eða sjúklingar eru orðnir miklu þyngri en áður var. Og allar tölurnar að segja sömu söguna. Og þetta bara verða stórkostlegt vandamál. Eitt sem ég gerði í upphafi árs og sem var svona kannski aðdragandinn að því ég keypti mér þessar bækur var að ég var dreginn með í hóp og fór í 5 daga svona safakúr. Ég myndi ekki vilja segja að þetta hefði verið djúsakúr, en þetta voru ekki bara einhverjir ávextir. Þetta var svona safar alls konar. Og ég borðaði ekkert í 5 daga annað en þetta. Ég tapaði kíló á dag á hverju einasta degi. Í 5 daga. Og og það fekk mig til þess að hugsa eins aftur að upplifa það að losna við bjú og bólgur var svona það var dálítið vakning fyrir mig og síðan líka bara aðeins að endurskilgreina hvort maður svangur. Maður fer oft í gegnum tímabili yfir daginn að maður sé svangur en maður þarf kannski bara eitt vasklas og þetta bara allt í hausnum á manni. Maður þarf þetta ekki. Maður að taka inn alltaf mikla næringu. Það lægi að vera svangur sko. Það allt í lagi. Já. Og það eitt af því sem að maður tekur út af þessum bókum. Það er mjög hollt að vera ekki stanslaust að éta. Mæntalega úr föstu, var þetta ekki waterfast? Já, waterfast snýr í raun og veru, það dálítið svona 5-2 prógram nema að þessar 2 daga sem að þú ert að nærast miklu minna, þá bara 1 máltíð kvöldið. Kvöldin, á kvöldin fyrir ekki. Þá borðar ekkert í 24 tíma. Já. Frá sunnudagskvöldi til mánudags og þú verður þá að borða mjög næringaríka, vel samsetta máltíð og svo aftur á 3. degi mjög næringar mikla góða máltíð og svo ferði aftur í svona reynir að lágmarka kolvetni og auka fituintökuna. Algjörlega, en það var svona bæði út af vandamáli heiminu og svona persónulegt sem þú vildir svona garfast meir í þessu, en út því að sko... Já, þetta byrjaði því að vera dregin í þessa safaföstu í 5 daga og fór í gegnum allt þetta sem maður átt lesa og heyrt, að fara í gegnum að vera svangur en bara komast í gegnum það aftur og finna breytinguna þegar bjúurinn fer úr líkamannum og ég bara vá, þetta engin smá munur. Ég vissi svo sem að ég var að taka inn mjög fáa kaloríur og var að missa mikið vökva úr kerfinu hjá mér líka sem að hluta til koma aftur en þetta bara fekk mig til þess að hugsa þetta. Þegar ég var í menntaskóla þá fórum við oft í frímyndum út og hvað fekk maður sér í frímyndum?
maður finnst sér Bounty og Appelsín svo í tíma klukkan 1 þá var maður bara svona sko. Búin að fara í gegnum allt sykursjokki. Ég hafði ekki hugmynd hvað var að gerast í líkamannum. Nei. En þetta var alveg hrikalegu tími sko. Já, og þetta var bara svona eins og var bara venjulegt basically sko, en ég held sko, þú talar með gólgripið sko, ég held að sérstaklega maður eldri, það verður erfitt að breyta einhverju, þú veist, breyta mataræðinu, að hreyfa sig meira, að hreyfa sig öðru síðan, whatever, gera eitthvað öðru síðan hluti. En ég held samt, ef þú kemst í þann hjalla og ert meðvitaður hvað gerir fyrir þig, eins og í Sava-kúrnum að þú finnur að bjúna myndar svona, þá myndast einhver hvati við sem drífið þig eitthvað áfram. Algjörlega. Nei, ég meina, ég hef verið að breyta mataræðinu svona smám saman yfir tíma hjá mér. Já. Og það bara skiptir rosalega miklu máli. Mestu máli skiptir að fara ekki gegnum þessi sykursjokk sem að maður setur líkamann stundum í. Já, það sem maður er bara orkulegs og bara alveg svangur strax eftir 2 tíma og bara ég samanlega mist fitan svolítið gera það að líka kolvetni sko að mismunandi hvaða kolvetni þú færði kannski sko. Algjörlega. Það fá sér Domino's pítsur annað heldur en að hendi í sig epli og svo framvegis sko. Já, og ég, eins og ég segi, ég trú ekki á að maður er að útiloka kolvetni alveg, en ég held hins vegar að mjög margir sé að treysta of mikið á þau yfir daginn. Ég er sammála, mann líður líka bara betur á fitunni, þetta er bara stabíli orka og ferði ekki eins mikið í þessar sveiflur og hann er að borða meiri fitu og verða smá svangur að það sé í lagi, það er kannski svona skilabóðin úr þessum bókum. Algjörlega, og svo er þetta mjög merkilegar rannsóknir sem að hafa komið fram á undanförnum árum og gott ef ekki voru veitt Nóbelsverðlaun einmitt vegna þess að benda á sko hversu gott að gera líkamannum að taka hlé frá því að borða. Já. Það þarf ekki að vera nema rúmlega 20 tímar. Þetta er ekki 3 vikna fasta sko. Heldur bara ekki vera stanslaust að setja eitthvað ofan í. Það hjálpar líkamannum að hreinsa sig og það hefur gert mér mjög gott sko. Gefa honum tíma til þess að vinna í sér. Það er alltaf þurfum bara að melta. Og þetta hefur sko ástæðan fyrir að maður nú eitthvað að velta þessu fyrir sér er ekki að ég hef fengið eitthvað alvarlega heilsuviðvörun, heldur vegna þess að þetta snýst allt að hafa orku til þess að sinna öllum þeim krefjandi verkefni sem maður er að sinna og bara líða þannig að maður sé sko með kraftin í daginn. Það er bara ekkert betra. Þannig að þetta er spurningum að út í krefjandi starfi og það er nóg að gera, þá verður að næra þig og vera með sko heilsun í lagi. Hreyfing, næring, þetta er bara grunnþættir, svefn. Ég held að segja líka þessi tenging sko, að það sem þú borðar, það er að fara að hjálpa þér að hafa betri áhrif í stjórnmálum, fattar mig. Að þessi tenging hjá fólki, skilur, ég held að það sé svona... Ég meina þetta tengist allt þess og kruss eins og við erum að ræða hér. Ég meina, eitt af nýjasta sem við sáum í ríkisfjármálunum, þegar við förum yfir það, við vorum með áætlanir að einstaka málaflokkar hefðu svo mikið útgjaldasvigrúm. Og núna nýlega, þá sáum við að málaflokkurinn LIF er aðeins að fara fram úr. Og við settumst aðeins yfir það. Hvaða lyf eru það sem er að fara stórkostlega fram úr? Já, einna mest er að fara fram úr offitulyf, sem við erum farin að nota í stórauknum mæli. Og nú er ég ekki að mæla gegn því að við notum offitulyf, en ég myndi gjarnan vilja að við byrjuðum einhvers staðar annars staðar, heldur en á lyfjaskammti vegna offitu. Og mér finnst bara einhvern veginn að við sem þjóð séum með lokuð augun fyrir því sem er að gerast. Við erum með undirliggjandi líffræðilega þróun sem er bara ekki bara að fara að kosta okkur peninga, heldur ár í líftíma sko og gæðastundir og svo framvegis. Þetta mun kosta allt of marga, allt of mikið ef að okkur tekst ekki að opna augu fólks fyrir þessu og laða fram breytingu. Og ég held að sé bara einfallega risaverkefni að vinna þarna á vettvangi stjórnmálana. En af hverju er svona flestir, af hverju er að mörguleyti virðist vera óþægileg umræða að ræða þetta til dæmis. Þetta er bara vandi og eins og þú segir, ekkert allir sem eru meðvitaður þetta, en virðist samt vera svo smá svona sem við viljum ekki henda sér í umræðu. Já, ég veit ekki. Við höfum
við höfum byggt einhvern veginn upp svona þá menningu að vera meira í sem sagt því að fást við sjúkdóma og minna að vera að fyrirbyggja þá og ég held að þessar áherslur þurfi að breytast í grundvallaratriðum og tölurnar eru allar að segja okkur að svona alvarlegum lífstílstengdum sjúkdómum bara einfaldlega að fjölga allt og hratt. Þetta eru lífstílstengt vandamál. Og nú ég sko bara þannig af Guði gerður að ég ekki fyrir það að segja fólki of mikið sko hvernig það að lifa lífinu. Ég vil svona helst að fólk hafi sem mest frelsi en það það eitthvað brotið í kerfinu hjá okkur og það ótal margir þættir sem eru saman að verka á þetta sem við verðum að minnstakosti að veita athygli og reyna að hafa áhrif á. Og í mínum huga snýst þetta ekki eingöngu það að stilla skatta og gjöld með einhverjum hætti, heldur þarf að fara miklu dýpara. Það þarf að fara inn í skólakerfið, það þarf að opna umræðum þetta og þurfum að fara að beita öðrum og fleiri úrræðum í kerfunum hjá okkur. Áunnin sykursýki á ekki að þurfa að vera vaxandi vandamál. Það mjög döpur niðurstaða fyrir samfélagið ef við erum sjá fleiri og fleiri enda þar. Líka bara að sem ákveðni kraftar hann alltaf, bara stór lyfjafyrirtæki sem framleiða lyf sem vilja að við séum veik því að fleiri kaupa lyf og læknar áskrifa lyfjum og sem alltaf bara krefjandi út af því að ef við fyrirbyggjum meira í skólum og svona, það verða færri veikir. En lyfjafyrirtækin sjálf sér koma ekki til söguna fyrir að vandamálin eru sko til staðar, þannig að þú veist það að fara með þessu miklu fyrr og fara inn í matvælaframleiðsluna og framstillingu í búðum og sumir hafa verið að bregðast við, Krónan til dæmis gerði miklar breytingar í framstillingu á vöru fyrir nokkrum árum og hætti að halda þessu alltaf aðmönnum og lögðu meiri áherslu á að vera með heilsutengdar vörur og nú ég ekki mættur til þess að tala fyrir einstök fyrirtæki en mér fannst þetta lofsvert framtak hjá þeim að segja bara, við getum haft áhrif á það, hvað alltaf í andlituna á okkar viðskiptamönnum og við viljum gjarnan standa með fólki í að gera lífstílsbreytinguna og benda fólki á og vekja athygli á því sem getur verið hollt fyrir það og gott fyrir það og svo framvegis og kannski stilla aftar því sem við vitum öll að síður gott fyrir líkamann eða beinlínis skaðlegt og jafnvel þó að það sé til sölu. Þannig að það er svo margir sem geta haft áhrif Þetta ekki bara læknarnir á spítalanum eða heilbrigðisráðherrann. Við þurfum sem samfélag að fara að sinna þessu miklu betur sem svona þjóðþrifa máli og hver og einn einstaklingur verður líka að gera það og það var svona það sem að ég var að reyna að gera þegar ég fór og sótti með þessar bækur að svona aðeins að reyna að skilja þetta allt saman betur, hvað að gerast, hvað menn að gera vitlaust og ég þar með talið fólk að næra sér rangt. Svo líka bara svo mikil tækifæri í matvælaframleiðslu fyrir okkur sem land. Við getum framleitt svo mikið af hollum og næringaríkum matvælum sem við erum ekki að gera þetta. Við getum aukið framleiðsluna töluvert mikið. Það síðan annar þáttur sem að ég held að við getum meira að segja styrkt okkar ímynd töluvert mikið með. Að styrkja matvælaframleiðslu þáttinn á Íslandi. Til dæmis bara í öllu því sem snerti matjurtir. Og þetta svona eitthvað sem ég hef haft vaxandi áhuga á. Vaxandi áhuga á með tömubókum og alls konar áskorunum í samfélaginum í gagvart sem við stöndum frammi fyrir. Ég að bæli að halda áfram. Hvað að finnast það sem við lenti í nýlega? Já, hvað að finnast það? Að láta þetta flakka bara mér fannst þetta mjög fyndið það var matarboð heima hjá mér daginn þar fjölskyldan að koma saman og ræða allt milli himins og jarðar daginn og veginn og hvað að gerast hjá okkur öllum og við hittust oft heima hjá okkur Þóru fáum krakkarnir í mat þau sem eru að flutta heimann og reynum að halda hinum líka í húsinu
Nema hvað, þarna sem sagt barnabarnið nýlega orðin 1 árs og það best í talað að það var nú ýmislegt gengið á þessu eina ári hjá unga Bjarna Þór og mamma sér að segja, sko, þetta alveg ótrúlegt hvað margt hefur gerst. Hann kemur í heiminn þegar COVID búið að taka land á Íslandi og það eru þessar samkomin takmarkanir endalaust og svo hafa verið jarðskjálftar og nú komið eldgos og ég meina, hvað hefur ekki gerst á þessu eina ári sem að drengurinn kom í heiminn? Og þá segir svo 9 ára, ekki gleyma Ásmundarsal. Það var sko atvik sem að hann upplýði. Mér fannst þetta nú svolítið fyndið. Já. Börn eru svo yndislega, ég að segja. Ekki gleyma því, sko. Nei. Já, það enda mjög gott. Það búið að gerast ýmislegt hérna í heiminum, bara á Íslandi í dag, bara í heiminum, segi ég. Allir þessi þættir sem við tala um. Já. Það skrakkar skemmtilegir maður. Heyrðu, hvað helstu að einu sinni væri satt næstu öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já. Það nú örugglega margt sem að ég gæti sagt að ég hafi aflæra eða kannski bara lært, sko. Eitt af því sem að ég hélt sem ungur maður var að það væri dálítið einkennandi fyrir hið opinbera kerfið allt saman, að það væri ekki spennandi, það væri allar sögurnar sem maður heyrði af blýantsnögurunum og þessum stöðnuðu embættismönnum og allt þetta og það væri engin kraftur, engin dýnamík. En eftir ég kem inn á vettvang stjórnmálana og ég fann fyrir þessu fyrst í raun og veru bara á fyrsta kjörtímabili mínu, ég var komin á þing 2003, var að fá inn á nefndafundi í þinginu marga embættismenn og ég sá hvað embættismannakerfið okkar heilt yfir býr yfir mörgum ótrúlega færum einstaklingum og svo hefur maður kynst þessu betur sem ráðherra og ekki hefur maður bara kynst í hvað eru margir hæfir og flottir starfsmenn í stjórnarráðinu og stofnunum ríkisins heldur hversu ótrúlega miklu máli það skiptir að við höfum slíkt fólk og að við höfum getu ekki til þess að trompa einkamarkaðinn eða fyrirtækin í landinu almenna markaðinn heldur að minnstu kosti búa heilt yfir starfsskilyrði þannig að fólk geti notið sín þar og fundi kraftur sínu viðnám þar og komið til liðs við okkur og ég hef átti því að skipa og fá til okkar inn í stofnanir marga slíka og þetta oft á tíðum algjörlega framúrskarandi fólk sem að brennur fyrir það að láta gott að sér leiða og hafa áhrif á samfélagi til góðs, gera breytingar. Þannig að þetta svona eitt af því sem að ég hef betur og betur séð með árunum að hið opinbera býr yfir ofboðslega mikilvægum mannauði en þetta breytir því ekki og ekki til þess að draga fjöður yfir það að víða alltaf mikið sóun í opinbera kerfinu. Ég ekki að halda því fram og við þurfum víða að taka til og gera betur en stjórnkerfi hjá okkur með ofboðslega mikilvægan dýrmætan og flottan mannauð. Og það eitthvað sem þú lærðir þú komst ennþá meir inn í það? Já, ég bara segja því þegar maður ungur maður og maður að horfa til umsvifa ríkisins og að leggur auðvitað eins og við höfum alltaf gert sem flokkur áherslu á það að það þurfi kraftmikið atvinnulíf til þess að geta staðið undir velferðin á Íslandi og ég held að við öll höfum okkar hugmyndir það hversu báknið einhvern veginn alltaf til staðar og það sé erfitt að hagga við því og hluti af þeirri ímynd hefur alltaf verið að það hinn blýantsnagandi embættismaður
þú veist, þetta bara það sem maður horfði á sem ungu maður og maður ekkert en hafði þá ímynd að það væri ekki nóg mikið að gerast af viti í stjórnkerfinu, en svo þegar maður kynnist í betur og hittir þetta fólk. Ég man til dæmis, það kemur upp í huga núna, að fleiri stjórnmálum hafa sagt að Jón Gnarr sagði þetta til dæmis eftir hann hafi verið borgarstjóri. Mjög gagnrýninn á kerfið að hann kom inn, en síðan eftir hann hafi verið borgarstjóri hefur rosalega margir öflugir embættismenn inni sem að hafa hjálpað mér að ná árangri. Og ég held að þetta sé saga margra. Þannig að ef það er eitthvað sem ég hef skipt skoðun á, þá er það að það er ekki einkennandi fyrir opinbera starfsmenn að vera á klossunum með kaffibollan og blýant upp úr brjóstvasanum að gera mest lítið allan daginn, heldur þvert á móti. Það er óbáðslega mikið af flottu fólki sem er komin til liðs við okkur, til dæmis í ráðuneytinu hjá mér, ég þekki það náttúrulega best sem að starfa næst mér, sem er að gera frábæra hluti og hefur verið að gera núna í COVID, vinna kraftaverk og það var svona uppgötun fyrir mig, ég skal bara segja það eins og að þessu leitinu til kannski skipti skoðun á hinnum dæmigerða embættismanni. Hann getur verið óbáslega framsýnn og kraftmikill, flottur, hugmyndaríkur og áræðinn. Þannig að þú varst búin að gera einhver fyrirframgefna skoðun eða svona hugmyndum eitthvað. Já. Og hún breyttist í rauninni þegar þú varst búin að kynnast í meira. Já, ég myndi segja það er alveg tvímælalaust þannig. Er það ekki oft þannig sem að gefa sér eitthvað fyrirfram? Þetta gildir ekki alla og við erum sumstaðar ekki á árangri og sumstaðar erum við ennþá með báknið til staðar og það er svo sannarlega viðvarandi viðfangsefni mjög mikilvægt að draga úr því. Það birtist okkur í sóun í peningum, það birtist okkur í sóun í tíma og afköstum, birtist okkur með ýmsum hætti á sér marga fleti, en það breytir ekki þessu að það er ekki lýsandi og ekki dæmigert fyrir venjulegan opinberan starfsmann. Hver er helsti vendipunkturinn sem þú upplegað í lífinu? Já, sko, væri kannski klassískt að segja að stærstu vendipunktar eða svona stærstu áfangar væri að stofna fjölskyldu og auðvitað er það þannig að þá tók lífið hjá mig nýja stefnu. En mér langar samt sem áður til að segja að þegar ég slasaðist í íþróttum 24 ára að þá breytist ótrúlega margt hjá mér og það var svona ákveðið áfall sem að ég einhvern veginn gerði aldrei almennilega upp sko með sjálfum mig. Það bara opnuðist nýja dyr og maður hljópar í einhver aðra átt og svo bara löngu seinna þegar ég horfði tilbaka þá hugsaði ég með mér heyrðu, það er nú ekki eins og ég sé sáttur við að hafa verið bara tekin út úr þessu sem ég hefði verið að sinna sko frá því ég var 6 ára og maður var sko, lífið mitt voru íþróttir sko, bara allan daginn, allt árið og allt í einu upplifði ég svona eitthvað moment þar sem ég hugsaði með mér heyrðu, hrikalega er ég svektur yfir þó maður hafi sætt sig við á þeim tímapunkti sko þá allt í einu áttaði maður svo á því sko heyrðu, það bara voru tekin af mér 8 ár eða 10 ár af því að vera hraustur og öflugur íþróttamaður. Og ég er ennþá að glíma við það svo sem að vera halveg umur í öklanum og ekki alveg í lagi í hnénu og svona. En það var svona vendipunktur í lífinu hjá mér sem hafði mikil áhrif. Og ég vil ekki meina að hafi endilega haft slæm áhrif, eins og ég sagði þar opnuðist nýja dyr og maður fór á vit nýrra ævintýra og fór að gera hluti sem ég hefði ekki gert ef ég hefði verið að æfa íþróttir á fullum krafti. En það var svona einn vendipunktur í mínu lífi sem að var súr. Hann var súr, sko. Og ég geti nefnt fleiri. Þú veist, það er svona ýmist fyrir eftir hvort maður talar um vinnuna sína eða persónulega lífið, þú veist. En lærður eitthvað af þessu vendipunkti svo að taka þetta í sátt og svona, er eitthvað sem þú dreigið út af því að þú varst að gera eitthvað sem þú elskar og það var bara tekið frá þér. Þú veist, hvernig er einhver lærdóm sem drákst af því upp á framhaldi? Já, ég held kannski einna helst að kunna njóta þess á meðan það er, sko. Ég held að það hafi nú kannski ekki síst verið það. Af því að ég man að maður leyfði sér að hugsa svona meðan maður var á fullu, sko,
hvað verður maður lengi í þessu og hvernig verður þetta, þú veist, á maður að vera að spila fótbolta til 30 eða 35, ég veit ekki hvernig það verður og eitthvað. En innst inni var maður alltaf á fullum krafti og ég var reyndar, mér gekk alveg sérstaklega vel akkurat þegar ég slasaðist. Ég var svona aftur að ná mér upp úr smá lægð og held að maður hefði átt inni mjög mörg góð ár. Þannig að þegar maður horfir tilbaka þá hugsa ég með mér þá verða þessi atvik enn dýrmætari og lærdómurinn virkilega, maður verður að kunna njóta þess að menn það og fá allt út úr því og ef maður að helga svona mikinn tíma og krafta orku einhverjum verkefnum, þá eins gott að maður nái því út úr því sem að það hefur upp á að bjóða. Og það þannig í lífinu hjá mér núna, ég meina við vorum að tala áðan svona afreks íþróttamenn, þessa yfirburðamenn í íþróttum sem að ég ekki að líka neinum við og allra síst sjálfum mér, en eitt af því sem að þeir gera að þeir hafa augun á útkominni, og þeir láta það ekki trufla sig þó að æfingarnar séu erfiðar, af því þeir vita hvert þeir eru að fara. Áðan var ég að lýsa fyrir þeir löngum fundum sem ég þarf stundum að sitja á, kannski 6 tíma í sama stólnum allan daginn. Ég ekki í vinnunni fyrir þessa 6 tíma fundi, Ég í vinnunni fyrir útkomuna, það sem að kemur út úr söllu þegar uppi staðið. Þannig að maður verður stundum að láta það yfir sig ganga að það ekki alltaf bara gaman í vinnunni, Þetta ekki bara þannig að maður handvelji hvern maður hitti og handvelji hversu langir eða stuttir fundirnir eru eða hvar maður á hverjum tíma. En maður gerir þetta vegna þess að uppsafnað áhrifin, árangurinn af öllu þessu vafstri, öllu þessu fundahöldum og öðru því sem maður að gera, það það sem maður að sækjast eftir. Það að skila árangri eftir langan vinnudag. Og við mælum það eflaust með ólíkum hætti, en ég veit alveg hvað ég vil sjá út úr þessu. Ég vil sjá framfæri, ég vil sjá að við skilum samfélaginu á betri stað, ég vil sjá að við séum að taka ábyrgar ákvarðanir og við séum að styrkja okkur sem samfélag, við séum að búa landið undir framtíða kynslóðir, við séum að færa okkur í takt við tímann, í átt að meiri framleiðni, betri störfum framtíðarinnar. Við þurfum að gera það sem við getum í dag til þess að sjá til þess að þau verði til, að Ísland sé áhugaverður staður til þess að búa á. Þetta eru margar litlar ákvarðanir á mörgum sviðum og það teygja sig inn á ólík svið mannlífsins, eins og við vorum að tala áðan heilsu og næringu og slíka hluti. Og þetta varðar skólakerfið og þetta varðar líka samgöngur og menntakerfið í víðum skilningi. Og það getur kostað fullt af leiðilegum fundum. En ef að útkoman svo að við færumst aðeins fram og við styrkjum okkur sem samfélag, þá það alveg innilega þess virði. Það ekki þá, maður að gera eitthvað krefandi því það hefur einhver tilgang fyrir, getur verið fyrir mann sjálfan í heilsu eða fyrir aðra yfir því sem maður að vinna við og svo framvegis. Stundum það maður að gera krefandi hluti út af því að maður hefur alltaf maður þarf að gera krefandi hluti því það gefur manni eitthvað, þó að sé ekki alltaf ánægilegt í augnablikinu. Einmitt, og það svona það sem ég að reyna að tengja, þetta kannski dálítið langsótt hjá mér, en það sem ég að tengja við þetta sem að þú segir svona eitthvað sem gerist hjá manni sem að, hvernig orðaður þetta, atburður sem að vendipunktur sem svona vendipunktur að stundum var maður þegar maður var á fullu í íþróttum að láta það trufla sig hvað æfingarnar voru margar og annað, en svo þegar þetta allt tekið frá þau svona, það áttar þau allt í náði, heyrðu, þetta var nú bara einfallega lífið mitt, Já. Og ég var að láta fara í taugarnar á mér að það voru stundum aðeins og margar æfingar eða leiðileg útihlaupið annað, en ég bara allt í þegar það tekið allt af mér, þá áttaði ég maður því hvað það var að gera fyrir mig, Ég var auðvitað að þessu fyrir allt það, fyrir félagskapinn og fyrir keppnismannin í mér. Ég held að sé, eins og þú segir, með að læra að njóta þess sem maður í skilur svo oft sem maður klárar eitthvað eða eitthvað tekið frá manni og maður áttar sig á bara, heyrðu,
Já. Maður hafði það gott annað, maður hafði ekki hugmynd það, sko. Hvað heldur að fólk hafi ekki oft komið að máli við mig og sagt, Bjarni, hvernig nennur þessu? Þetta hlýtur að vera alveg ofboðslega leiðilegt, maður. Allt þetta er rifrildi, maður. Þessi neikvæða fjölmiðla umfjöllun og löngu fundir og siti í þingjun og veist ekki hvernig það fyrir heimtíðin og hvernig nennur þessu? Og svarið það er út af útkomunni. Það sem að þetta skilur eftir sér uppi staðið. Þú verður að hafa þolinmæði og þrautseigju til þess að fara í gegnum það sem það kostar. Þetta er bara... Það er að nota margar samlíkingar. Hvernig nennur að fara upp þessa brekku? Það er vegna þess að það er svo gaman að standa á tindunum og uppskera útsýni, sko. Ég er algjörlega sammála. Það er krefjandi en heldur svona velun í rauninni. Já. Það hefði maður að segja. Hver er uppáhaldstilraunin og af hverju? Ég veit nú, lítið fugl sem hvíslaði að mér, þú væri nú þokkalega Tony Robbins og David Goggins maður jafnvel, en hver er svona, áttu þér einhverja tilraunin og uppáhaldstilraunin? Nei, veistu það, þú kemur nú aldrei brattað mér þarna, sko. Ég er svo sem ekkert endilega með einhverja sérstaka tilvitnun í huga, en ég er svona stundum vísa til þess, sko, að það er til bók sem að byrjar á þessum orðum hérna, lífið er erfitt og mér finnst, sko, ég held hún heiti í íslensku, sko, hún heitir The Road Less Traveled og ég held hún heiti í íslensku þýðingu leiðin til andlegs þroska eða eitthvað svona. En mér finnst þetta svo mikið snilld, þessu er pakkað niður í 3 orð. Lífið er erfitt og ég nota þetta oft á börnin mín sem að kvart undan því að það sé of mikið að gera í skólanum eða prófið hafi verið ósanngjarnt eða hvað sem það kann að vera, sko. Öll þessi dagstæglegu vandamál sem fólk er að fást við, það nennir ekki að búa rúmið sitt án að fer út úr húsi og hvað er þetta allt saman, allt er orðið yfirþyrmandi. Að þá er oft ágætt að bara bakka niður í þennan ótrúlega einfalda sannleika sem heyrðu, hver var búin að lofa því að þetta er eitthvað rosalega auðvelt og þeir sem eru stanslaust að biðja þetta verði auðvelt og nenn ekki að hafa fyrir hlutunum og vilja ekki sætta sig við að það að koma yfir sér þaki, byggja fjölskyldu, sjá börnin sín, mæti í vinnuna, sinna öllum verkefnunum þar, fara heim með þessa tilfinningu sem þú varst að tala um í upphafi að þú hafir ekki skilið allt eftir í óreiðu í vinnunni og held að þetta er bara erfitt og það er bara allt í lagi. Það er bara að sætta sig við það að það er dálítið flókið að vera til. Það er, væri líklega ekkert gaman að því að það væri of auðvelt, sko. Og það er mjög vond uppskrift af því að upplifa einhverja hamingju í lífinu að biðja um að sé einhvern veginn allt öðruvísi. Þetta er nú svona dálítið hefur töluvert mikið mótað mig, sko. Það er að segja, ég reyni að lifa eftir þessu. Ég reyni að setja aukinn kraft þegar ég finn mótspyrnu, að láta ekki andstreymi, sko, slá mig út af laginu, að minna sjálfa mig á að ekkert af því sem að ég er að gera á að vera auðvelt og gagnrýni og útúrsnúningar og hvað þetta allt saman heitir, það er hluti af tilverunni, það er hluti af því að vera í hugmyndafræðilegri baráttu og það verður allt miklu auðveldara leið að maður sætti sig við það. Þetta er bara hluti af leiknum. Það er grunnurinn, lífið er erfitt. Já, það er það, sko, já. Þannig er bara þessi grundvall, sko, lífið á ekki að vera streð. Nei. Þú veist, það er ekki boðskapurinn, en lífið er erfitt, þetta er flókið. Ekki biðja stanslaust að allt kom upp í hendurnar að þér, að þú fái mikið fyrir lítið framlag og svo framvegis. Það er ömurlega uppskrift af að lífshamingju. Ég er svo sammála, ég segi sko oft lífið er þjáning, sem er kannski svona aðeins svona þyngra orð í rauninni, en mjög svo góður upphaldspunktur, því að þú veist lífið er fullt af áskorunum, vonbrigðum, hindrunum, hjálparleysi, þú veist, þú ert að eldast, fólki í kringu eldast, þau veikjast, þú veikist og loks deyjum við, sko, þannig að þetta er svolítið víðpæðing, en allavega að
að lífið er þjáning og átta sig á því að lífið er bara erfitt, átta sig á því að öll svona umfram þjáning heldur en þjáning sem lífið hefur, sem lífið er, að maður vil kannski reyna að minnka hana. Þannig þegar maður lendur í einhverju þjáning, einhverju erfiðleikum lífinu, Akkurat. Og maður er að vorkina sjálfur sér eða maður er svo óheppinn og eitthvað svona og segja, vilja fá allt eins og þú talar að fá allt auðveldlega upp í hendunar og fá bara að lífið verið gott. Að það er rauninni sko að ekki að svara erfiðleikum eða þjáningu með þjáningu. Ég held að við getum haft val þar, en lífið er samt í grunninn erfitt og mér finnst það bara góður upphafspunktur. Já, ég held það og þessi umfram þjáning, sko, ég meina það er svona lífsleiknin, gengur tölvöld mikið út á það að vera ekki að skapa sér óþarfa vandræði. Ég meina þú getur svo þetta niður í bara, jafnvel, sko, boðorðin 10 eru svona lífsleikni reglur að verulegu leyti, sko. Þetta er ekki bara andlegur boðskapur sem hefur eitthvað æðra gildi, sko. Þetta er ekki eingöngu sko, trúarinnar vegna heldur að þú veltir í fyrir út frá sko, bara lífshamingju, þá er þetta góðar leikreglur til þess að fylgja, til þess að hámarka líkur á því að þú njótir hamingju í lífinu. Og út frá því sjónarhorni þá er hægt að gera ýmislegt til þess að létta sér lífið, en það á í grunninn ekki að vera auðvelt og það kemur aldrei neitt upp í hendurnar að þér. Bara, og þeir sem hafa væntingar og það, þeir í raun og veru verða fyrir stanslausum vonbrigðum. En væri eitthvað varið í lífið, það væri bara, þú myndir bara vakna upp og það væri bara auðvelt og ekkert að hafa fyrir hlutunum og... Nei, ég vil nú ekki meina það og ég held reyndar að flesti séu sammála það þegar þeir gefa því gaum að það er sama í raun og veru hvar borið er niður, ég meina barnauppeldi er óbóðslega gefandi og skemmtilegt vegna þess að það er krefjandi. Ég skipti svo oft í sko hamingju og tilgang, því að ég lít svolítið að hamingju út frá þessum hedoniskri hamingju, bara þú veist, þegar við náum markmiðunum eða þegar við gerum eitthvað ánægilegt og upplifum jákvæða tilfinningar, engar neikvæða tilfinningar. En ég svissaði yfir og tala um tilgang eða tilgang í lífinu eða meaning in life, að þessi svona dýpri og æðri hamingja, þá ertu í rauninni að finna kannski ekki eintóma hamingju, en það er að gefa þér eitthvað, þetta ferðalag. Ég átti að láta niðurstöðuna verða að veruleika. Þó að það sé krefendur hlutir, þó að þú veist, eins og að vera í sambandi er það hamingjusamt. Út frá þessi skilgreiningu sem ég var að segja áðan, ég myndi segja nei, út af því að stundum þarf það að segja eitthvað að magaðin sem hún kannski er ekki sátt með að heyra, eða það er einhver vandamál sem við þurfum að tala um, en með því að tala um vandamála þá bætist sambandið. Þannig að það er mikill tilgangur í að vera í sambandi, að ala upp krakka, eins og þú nefndir, bara krakka, ég myndi segja að það er mikið, þú getur ala upp einhvern einstakling sem er að verða sómasamlegur einstaklingur í samfélaginu í daginn, þannig að það er mikill tilgangur í því, en ég efast að einhver sem er búin að eiga 20 svefnlausar nætur röð sé hamingjusamt bara í þeim skilningi sem ég var að ræða. Já, nei, ég tengi alveg þetta, mér finnst þetta ágætis nálgun. Það þú varst að nefna Tony Robbins, sko, ég hlustaði svolítið á hann sérstaklega í gamla daga og hann er með þetta svona á enskunni pain and pleasure, að allt stjórnist af þessu og hann hefur kannski kendi manni dálítið um það, sko, af hverju fólk gerir hluti sem það veit er ekki gott fyrir það, sko. Og ítrekka næri ekki gera breytingu í lífinu, jafnvel þó vilji svo gjarnan gera breytinguna og hann notar síður þetta dálítið niður í þetta, sko, að það þarf að byggja upp kraft til þess að þrýsta breytingunni gegn og þá þarf þetta að hafa aðeins velt í fyrir þér hvað ef þú gerir breytinguna ekki, hvað býður þín, sko, og svo framvegis. Ég hef alltaf dálítið gaman að þessu, en það er ekkert síður gott að bara spyrja sjálfan sig hvað maður sér í kringu sig og er að upplifa sjálfur og hvað maður getur lært af lífinu. Ég er svona bara kannski komin á þann aldur að maður hefur séð ýmislegt og maður þarf að passa sig á því að veita því athygli hvað það getur kennt manni. Í gegnum hvað maður er sjálfur að fara og hvað maður sér í kringu sig til þess að læra af. Margar góða fyrirmyndir
og líka dæmi hluti sem eru líklega til þess að laða fram óhamingju. Algjörlega, maður eru meðvitaður það í rauninni. Já. Og draga lærdóma hverju sinni. Hvaða nýja trú venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Já, ég veit það ekki. Hvaða venja? Já, alls ekki svona, ég ekki alveg með á hreinu, en svona 6 ár síðan að ég ákvað að vera hjá einkaþjálfara. Og það var bara þegar ég gafst upp fyrir því að ég myndi af eigin ramleik sjálfur alltaf sinna heilsunni þegar þess þyrfti. Þannig að það er svona tiltölulega ný breyting sem ég gerði. Þannig að ég hef verið, og við erum 2 sem höfum haft þennan þjálfara, við erum saman hjá honum. Við höfum verið í svona 6 ár, 3 í viku, og það hefur breytt heilmiklu. Æfa meira? Já, og bara að taka frá tíma, sko. Okay. Taka frá tíma og sinna heilsunni. Það bara hefur skipt mér mjög miklu máli. Þess að, já, ég þurfum ekki að ræða það frekar. Því að tíminn á þrótum, þá er lokaspurning. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboð að framfara út lífið þitt til annar einstaklinga, hver væri svo skilaboð? Ég held að það væri mikið unnið ef að fólk bara almennt myndi, já, hver væri skilaboðin? Út líf mitt. Það væri eitthvað á þessa leið, verið góð við náungan og verið ósérlífin og reynið að fylla lífi ykkar af kærleik og leita að því sem er fallegt og gott við það að vera til. Ég held að sé hægt að leysa alveg ótrúlegustu vandamál í þessum heimi með kærleikan af vopni og dugnaði, framtakssemi og með því að byggja samfélag upp á náunga kærleik og umhyggju fyrir öðrum. Það held ég að geti verið ágætis uppskrift. Ef ég hefði þann mátt að koma því á framfæri við alla út mitt líf, þá held ég að það geti bara verið gott mál. Þú verður bara svo og byrja spóla að endurtaka þetta núna. En já, það var svona einkennir sögunar þína líka, finnst mér svona, já, þrautsegar líka, að mér finnst það svona að gera krefandi hluti því að þó svo að, það þeir séu krefandi rauninni, út af því að það eru einhver velun bak við það og það er eitthvað sem gefur þér og öðrum meira. Það er svona sem ég hef tekið eftir einhvern í spjallinu. Já, bara takk fyrir það. Þetta hefur verið bara skemmtilegt spjall. Já, takk hérlega fyrir að gefa tíma til að koma og bara gangi vel. Takk hérlega.